fyrir þá sem að hlusta að horfa, þá var Óli að gefa móður minni skilaboð. Já, hún mér. Heyrðu, annars bara frábært að fá þig heimsá. Heyrðu, takk fyrir að bjóða mér. Varstu ekki ánægður með kakóið? Jú, yndislegt. Gott kakó. Yndislegt. Það er svolítið síðan við hittum síðast. Já, bara einmitt. Mjög, má ekki vera oftar, held ég. Má ekki vera oftar? Nei. Hvað vitleysi það? Nei, bara svona 2 ára, 3 ára, eitthvað svona. 2-3 ára fresti, svona teka að setja fingurinn upp í loft. Það er bara alltaf heiður að fá að vera boðinn, sko. Já, ekki bara. Jú. Já, það er alltaf gaman að tala við. Við hefum náð mjög góðum samtölum í gegnum tíðina og við vorum að pæla í þessu, hefur að vinda okkur bara beint í feminine masculine. Já. Beint í djúbuleik. Já, bara í djúbu. Hvað, svona, ef við ekki að, eins og í góðri bók, ef við að gefa eitthvað efnisyfirlit, hvernig verður þetta heldur? Sko. Hvernig viltu hafa þetta? Sko, ég var svona að hugsa að hafa þetta þannig að við séum með, það er svona eitt sem ég langaði að ræða með eru drengir og stúlkur. Já. Í menntakerfinu og líka bara drengir og stúlkur svona hvenær samfélagið og bara umhverfið í kringum þau setur á það ákveðna hluti þannig að þau kannski týna sakleysi sína á ákveðna átt. Svo langaði mig út frá því að tala svolítið um þetta feminine masculine og svo langaði mig líka bara að tala um þína vegferð og svona prósessin og kannski eitthvað sem væri hægt að kalla á ensku svona integration. Kannski psychedelic svolítið og síðan flæða þetta bara dálítið í vífa þetta eins og góðu maður. Já, vífa þetta. Sagði þetta, svona vefa þetta. Já, vefurinn já. Einmitt. Er það ekki bara? Jú, endilega. Bara þú ert stjórnandi. Já, algjörlega. Hvað er að frétta af Óla núna? Hvað ertu stattur bara svona í þinni vegferð og í lífinu og... Heyrðu, ég fór út að þjálfa og var svona á milli þjálfara djópa eitthvað, rekinn og aftur og svo aftur, já, rekinn eða hætti og eitthvað svona, þannig að það svona lítur út fyrir það að ég sé ekkert rosa góðu þjálfari þannig að, eða þú veist, eitthvað ólært í þeim bransa, sko, það er einhver kunst að vera þarna þannig að það er kannski eitthvað sem ég þarf að skoða. Eða þú veist, síðustu ár búin að læra fullt alls konar, þannig ég held ég hafi nú lært eitthvað og orðið betri. En í augnablikinu svona á pappír er ég ekki droslega góðu þjálfari. Þú veist, ég er ekki með neitt track record þannig. Þannig að, en það olli því að þú veist, það var svona starfslokasamningar og eitthvað og inn í einu starfslokasamningnum var að þeir borguðu skólan fyrir dóttur mína. Heldi rándiran flottan skóla, svona IB-prógram hérna í Þýskalandi á International. Þannig að við urðum bara þar, kona mín og yngsta dóttir og hún bara hélt áfram í skólanum og svo borgaði síðasta ári núna þannig að við erum bara þar eiginlega út af henni. Og ég fór í fjarnám í Arden University og í svona conversion nám í sálfræði, í master. Þannig að þeir guttiruðu sko BA-gráðuna mína og ég væri með mastercodes, reynslu, CV eða eitthvað, þá var nóg fyrir þá og sögðu bara, já, bara ef þú ert nógu góður, þá erum við með prógramhandaðir sem er svona með smá BS-ívafi af sálfræðinni, en í raun og veru eru að henda þér beint í ritgerðir, SPSS-ið, kvantitatíft og allt það og þú þarf bara að sýna að þú kunnir eitthvað og ef þú vilt taka sénsinn á því og borga einhvern peningi fyrir, þá bara be our guest, sko. Þannig að þú ert í masternámi sálfræði? Já, hann ég er búin að vera í því núna í nokkra mánuði og þeir tóku, ég var líka byrjaðar í Háskóla Íslands, þannig að þetta var bara svona gott framhald af því og stefnan er að þá vera búin að með þetta, við veit ekki alveg hversu vel hún er gúttiruð hérna heima, en að minnstakosti ætti ég að vera þekkja orðið lingóið, þekkja orðið aðferðirnar og vera hann þá nógu góður til þess að þá veit ekki hvert að leir, kannski sérhafa mig annarkvort í þá íþróttasálfræði eða kannski klínist og þessi nú ákveðin áskorun líka en eða í menntageranum, sko, ef einhver hefur þörf fyrir mig þar, sko. Hvernig er að fara í skóla svona, veist það, nú er þetta svolítið langt síðan að ég var í skóla en ég er með BA í sálfræði annars lagi velti þessu fyrir mér, ætti maður að fara bara í masteri en þá er eitthvað svona, veist, það kannski kemur í maður smá hroki, sko, þegar maður er orðin
þú veist, kom með ákveðna lífsreynslu og hugsa maður, er ég nú ekki bara, þú veist, er ég ekki bara þessu til þess að fá okkur að gráða, sko. Jú, þegar maður er komin á 50-aldurinn, þá er það sagt, þú veist, það er kallað 2 tegundir af svona intelligence, það er svona crystallized, það sem er orðið settlað, skilur þannig að þú vilt helst vera bara með settlað intelligence-ið þitt, og svo kemur eitthvað fólk til þín og þú bara svona spinnur á þessu setlaða intelligence, sko. Og svo er hitt sem heitir fluid og það er bara að læra nýtt stöf, sko. Og það hrynur alveg niður hérna eftir 50-aldurinn, sko. Það er bara rannsakað og vita allir að það er miklu erfiðar að læra nýtt stöf svona eftir ákveðin aldur. Þannig að það er vissulega svolítið það. Það er maður þá að verða heimskur. Já, ef maður er svona heimskur, eða þú veist, ekki opinn, maður lokast. Já, ég meina það, maður Já, ekki heimskur, þú veist, maður er bara geggjaður í sínu, maður þjónar samfélaginu, maður fær sína 100 áskalla og er búin að eyða 30 árum í að verða geggjað góður sérfræðingur í einhverju, sko. Þannig að það er alveg spurning okkur þú ættir að vera að fara eitthvað annað eða eitthvað svona. Þannig að, en hérna, game changerinn finnst mér er tjattið, sko. Þú veist, ég hef aldrei verið með eins góðan læripartner, sko. Og því ég er bara með konu þarna með breskum hreim og við bara tölum saman og hún hlýðir mér yfir og... Tjattið, þú tala bara ChatGPT, bara AI? Já, bara geggjað. Ég er bara með. Þannig að alltaf því ég les, þá bara les ég aðeins inn á síman og bara, ég er aðeins að tekka hérna á Kolberg eða PSE eða eitthvað ble eða bara eitthvað svona, skilur eða eitthvað, social identity theory og segja eitthvað svona hvað ég er að lesa, sko. Og svo bara klukkt með fresti, þá hérna, en var ræðið þetta aðeins. Svo fyrir við bara að ræða málin, sko, og hún endur á mig spurningum og þannig ég bara með geggjaðan kennara þarna, sko, bara einkakennara alla daga, sko, og þetta, ég finn alveg bara munun á þessu og áður, það sem maður er að lesa allt of mikið og maður heldur að kunna eitthvað, svo veist ekki neitt, sko, þú lest eitthvað svona, en þannig ertu bara með dýnamík allan tíman, sko. Það er nefnilega magnað, sko, þekkir Jónas Sig, hérna tónlistarmaður, þegar hann náttúrulega tölvu sinni, og ég mann þegar hann var að lýsa fyrir mér fyrsta skipti sem hann sá Google og hann sagði bara það verður ekkert eins, sko, bara, ég get bara slegið inn og fengi allar upplýsingar í heimi mér leiði svolítið þannig í fyrsta skipti sem ég sá þetta, sko, þú segir bara ok, þetta snýst bara að þú ert nógu góður í að spyrja rétt spurningana og þú veist, það möguleikandir eru endalusir að því gefnu að þú getur sett rétt input inn, sko. Og þá fyrir maður auðvitað þetta sem þú ert að segja á hann með að eftir 40 eða 50 sé maður kannski orðið meira svona rigid en bara eins og krakka sem eru kannski mjög opnari huga það sem þú færið eitthvað svona fyrir fram að þig að þá er í raun og veru endless möguleikandir í þessari gerfigreind, sko. Algjörlega, sko. Þannig að þú þarft til þess að binda þetta niður í eitthvað vitrænt, þá ertu til dæmis með Google Scholar líka. Þannig að það sem þú fer að gera og það sem maður er að læra þetta í skólanum er að þú í raun og veru tekur náttúrulega einhver sem gefnu nema að sé búið að rannsaka það eða einhverja metarannsóknir sem eru búið þannig að þú eiginlega hoppar á milli svona örugra eyja, sko, skilurðu. Þannig að það, sem sagt, ég nota svona forrit sem heitir Zotero, kannski þekkja það einhverjir, Zotero, sem bara geggja til að setja niður hérna allar rannsóknirnar og svona. Og þú fælar það og þú veist, það er beautiful. Þannig að þetta kombo, sko, af því og hérna Google Scholar og fleiri þetta sem eru bara með svona solid rannsóknir á hlutunum, pluss chatið. Þannig að þú veist, í fyrsta skipti líður mér svona eins og bara ég sé að segja eitthvað að viti, sko. Þú veist, af því að ég veit að, þú veist, þegar ég er að coina kannski þá einhvern researcher eða einhverja kenningu eða eitthvað svona, þá er það bakkað upp og svo snýst það bara að tengja þessa kenningar hratt og vel og hérna, en það er aldrei, þú veist, þannig að maður er hættur í eitthvað að mér finnst, sko. Svolítið mikið, svo ég eftir að vera kannski hérna mér finnst fullt næsta klukkutíman, sko. En hvernig finnst þér það einmitt þegar þú talar sko, vísindur og rannsóknir, mann þegar ég var í háskólanáminu mína, þá var allavega sálfræðin eins og maður kendi hérna neyri í Háskóla Íslands þegar ég var þar, var svolítið mikið, þú veist, bara, einmitt, það er bara ekkert þér finnst, sko. Það er bara, þetta er rosa, og þá hugsa maður, þú veist, sálfræðin er náttúrulega félagsvísindagrein, og ég upplýði svolítið, þú veist, á þeim tíma þá langaði sálfræðina svo mikið að verða eðlisfræði. Það er bara við verðum að
láta taka okkur alvarlega. Þannig að mér fannst þetta verða pínu aðeins of mikið bara, heyrðu, þú veist, en á móti kemur, sko, sálfræði er ekki eðlisfræði. Þú veist, það með þess að íktasta dæmi var að einn af kennurunum mínum, sko, loka verkefnið hans hafi verið hægt að aðgerðabinda sorg með því að telja tár, sko. Einmitt. Þú veist, sem er svona pínu, þú veist. Já, bara beautiful að reyna þetta, sko. Beautiful að reyna þetta. Já. En ég held við vitum öll að þú getur ekki mælt sorg með því hvað að koma mörg tár, sko. Þú veist, þá ertu komin of langt í, þannig að fyrir þér, þú veist, hvað leikur línan í því einmitt að því að einhvern veginn þetta heitir sálfræði, en þegar ég var að læra þetta, þá segir svona, en hvað sálina? Þú veist, að því sálin er svolítið þið órannsaka á meðan á sama tíma viltu vera að nota réttar vísinda aðferðir og vera í réttri aðferðafræði og vera svolítið hardcore en síðan verður líka skilja eftir eitthvað rými fyrir þið órannsakaða. Akkurat, sko. Það sem er mín tilfinning eftir mína stuttu veru núna í þessu er að það eru bara talandum kvennorku kallorku og þá er ég ekkert að, núna allt þetta viðtal þegar ég segi kvennorka kallorka þá þýðir það ekki að það séu bara konur eða kallar. Skilur, þetta er svona tvær orkur sem að hver einn og einstaklingur hefur úr að móða og getur valið að, skilur, að skoða og orðið góður í bæði, sko. Þannig að það sem er að gerast að ég held er að fyrsta lagi lendi sálfræðin í kröggum fyrir svona 10 árum að það kom í ljós að það var ekki hægt að endurtaka nema 50% af stúdíónum, þannig að hún lendi í svona smá existential vandamálum og hvort sem það var afleiðing að það var nú byrjað áður að það er orðin miklu meiri virðing eða bara miklu meira notað kvalitatífa rannsóknirnar þú veist, eins og kallað thematic analysis eitt er svona phenomenological skilurðu, það er að segja og síðan svona discourse svona fókoltjan svolítið, það sem þú veist að rannsaka bara tungumálið og hvernig og hvað er sagt og hvernig og allt það þannig að sem sagt, þessar kvalitatífu eru bara að skoða tungumálið og virða það sem data, skilurðu þannig að þú tekur kannski viðtöl og allt og svo býrðu til ákveðin þema út úr því og svo kemur bara út úr því einhver niðurstaða það sem enga mælingar eiga sér stað, en í dag virðist vera svona vinsalast að blanda þessu bara saman, blandar flottum spurningarlistum með data og setur það inn í SPSS og skoðar og allt þetta í bland við kannski huglægari rannsóknir þannig að mér finnst sálfræðin vera bara á mjög fallegum og skemmtilegum stað og þessi skóli sem að ég er í er bara ég hef ekki fundið neitt annað en bara góða blöndu af þessu, að því hún veit líka, að það, veist, allt þetta, þetta var náttúrulega orðið allt og karlægt og bara saga sálfræðinar 150 ára gömul, en í upphafi var þetta náttúrulega bara Freud, þar sem voru með aldra kallmann að analýsa að hann taldi hysteríska konur, og það er í einhverju 30 ár, en svo kemur seinni bylgja feminismans, þarna með konum eins og talandum félagssálfræðingarna eins og Carol Gilligan sem er svona mín uppáhaldskona í þessu. Það sem er svo fallegt við hana er að hún tekur kall sem heitir Kohlberg og er búin að gera stúdíu á strákum og einhverjum mórölsk stig og eitthvað svona og Kohlberg gerir alltaf svo lítið úr svörum stelpnana skilur það, því hann var bara með ákveðið mindset hann var miklu svona justice orienterari og hjá konunni snýrist alltaf umhyggju og tengsl og allt þetta og það fannst honum bara að vera veikleikar skilur þannig að og þess vegna skoruðu þær bara lágt hjá honum og þannig að Gilligan kemur og segir bara heyrðu vinnur, af því hún var hún lært hjá honum eitthvað svona, þannig að hún skrifar þessa frábæra bók sem heitir In a Different Voice þar sem að hún gerir sína eigin svona longitudinal stúdíu og tekur þarna og viðtöl við konur og finnur hvernig þær tapa röddinni sinni inn í þá svona patriarkal, skilur, eða svona föðurlegu, karlægu umhverfi, og hvernig þær þurfa að byrja að hafna röddinni sinni. Hvað myndir þú segja að þú talaður um karlorku og kvennorku og einmitt, ég held að vonandi skilja allir sem að hlusta og horfa að við erum ekki að tala um karlmenn og kvenmenn. Ég er talsvöld mikið búin að tala um maskulin og feminin í þessum þáttum. Að
hvernig metur þú stöðuna? Fyrir mér einhvern veginn að koma meira feminin, ég veit ekki, þetta hljómar kannski svo vúvi, en bara að sé að koma meira, að tíðni jarðarinnar sé bara einhvern veginn þegar að koma meira feminin inn, en á sama tíma erum við svolítið föst í, þú veist, það að við þurfum konur í stjórnunarstöður að mínum að þetta hið huglega og þar að leiðandi kannski svolítið hið karllega. Skilur hvað á við? Að það er í raun og veru kannski það sem við þurfum að opna meira fyrir feminin orku eða kvenn orkuna, en það þýðir ekki að við þurfum fleiri konur sem eru búin að vera að keppast við að vera karlmenn, af því þær eru orðnar mjög sterkar í karlorkunni sinni, af því það var það sem að þær lærðu, af því þær kannski á einhverjum punkti bara treysta ekki karlmannunum og hugstuðu bara leiðin áfram þá bara ég geti tekið yfir þeirra heim, sko. Akkurat. Já, sko, þú veist, sko, gallin í raun og sko, mín skilgreining á því sem að sumir efast að sé til, en ég held að sé nú þurfum ekki að efast að, einmitt, við vorum með karlorku samfélag, og sumir kallaði patriarki, og fyrir 40 árum algjörlega, skilur við, það er að segja umhverfið allt var sósað af karlorku, hvað þýðir það og hver er grunnfílósófía, ekki fílósófía, það er einhver viska í sófíunni, þannig að þetta er eiginlega svona fílóstupides eitthvað, það að þú þurfir að hafna á ákveðnum tímapunkt í lífiðinu í raun og veru helmingnum af því sem þú gætir verið til þess að falla í kramið. Akkurat. Skilur, í raun og veru það er að segja, og hver er þessi kæfing eða eyðing það, og við höfum það enn þann dag í dag, að það virðist hafa verið svo og vera jafnvel enn sem svo að á einhverju tímapunkti í lífsokkar og rannsóknir að sýna, og við erum búin að tala eins þetta að þetta gerist miklu fyrr hjá strákonum og seinna hjá stelpunum, að bara strax við kannski 5, 6, 7 ára aldur þá hafna strákar ómeðvitað þeim möguleika að rækta með sér nánd, að þykja vænt einhvern annan, að setja sig inn í skoða tilfinninguna bæði sínar og annara, að hjálpa öðrum, þú veist, að lita fallega í bók, skilurðu, og jafnvel það komið þannig að það er eiginlega ekki lengur cool fyrir stráka að vera góður í skóla, sko, og þú veist, það er til rannsóknir sem sýna það að þú ert líklegur til að lenda í einelti ef að þú ert góður í skóla, skilur. Ertu að tala um þetta klassíska þá bara, þú veist, það kannski strákur sem að heldur í hennan fíngerða hluta af sér og svo er hann að gera eitthvað, þú veist, hvað maður segja, bara teikna einhverja fallega mynd og hann er komin á ákveðin aldur og þá er hann bara slegin utanundir og bara gert grín á honum og þar að leiðandi náttúrulega líður honum bara eins og ok, ég þarf bara að hafna þessum hluta sjálfum mér að hæsta þessum. Og það er ekki endilega bara foreldrar eða kennarar heldur, gerist það bara í jafningjadæminu. Ég er að meina það. Já, að þú ert bara svolítið tekin fyrir eitthvað harkalega. Já, ég meina, þú veist, það væri bara þetta kannski harkalegur analógur, þú veist, tala um að, þú veist, að það bara pissað á því í sturtunni eða, skilur, bara þeir eru raun og veru bara slögt á ákveðnum partaðir og þú ert klár, þú lærir bara, heyrðu, ekki meira þessu að því ég vil bara laður einelti. Já. Á hvað aldrei gerist þetta yfir strákum? Það er kona sem heitir Naomi Way sem að hefur, svo man ég ekki annan gæja, sem að rannsakaði stráka, þau skrifa bækur það og hún svona að tala bara allt svona snemma og þetta gerist það snemma við muningveginu svona að við höfum einhver tíma á meðan að stelpurnar, þær sko, kannski áður ég held áfram að þá í grunninn fyrir mér, eða kannski í klári stelpurnar, þú veist, þær fá miklu meiri tíma til að skoða báðar orkurnar, sko og svo það svona 11-14 virðist vera það sem að þær þurfa að fara inn í kallorkuna og það að segja að verða meira í raun og veru þetta svolítið selfless og selfish, stelpur þurfa að vera selfish að því fyrir stelpur er svona það eins og þær eru miklu meira genuine caring heldur en kannski við vorum það þarna en það köttað og bara correct me if I'm wrong ef það einhver sem ertu að tala um
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.